Komiði sæl og blessuð og velkomin að mínu innleggi á þessu mánudagskvöldi við rauða borðið. Siðferðisleg álitaefni það sem að ég ætla að bjóða ykkur upp á. Það eru umskipti í íslenskum stjórnmálum. Ný forysta hefur tekið við hjá Sjálfstæðisflokknum og við getum velt því fyrir okkur hvort það breytir einhverju. Fráfarandi formaður Sjálfstæðisflokksins nú sennilega sá einstaklingur sem að Íslendingar hafa talið og mælt spilltastan langt árabil og óvinsæll. Breytir ný forysta einhverju í íslenskum stjórnmálum ein spurningin. Önnur spurning varðar afhjúpun í síðustu viku þegar í ljós kom að Ragnar Þór Ingólfsson hafði þegið biðlaun frá VR, minni mig rétt 10 milljónum og fór af stað mikil umræða það hvort hann hefði átt að afþakka þau. Þetta svona meðal þess sem við ætlum að reyna að brjóta til merkjar í einhverri mynd og fleira verður sennilega á dagskrá hjá okkur. Og til að hjálpa mér að finna viðleitni, skulum við segja, að svörum við þessum stóru spurningum komin hingað doktor í heimspeki og háskólakennari sem hefur verið hérna áður við rauða borðið, Henry Alexander Henrysson. Vertu velkomin til okkar. Já, takk, góðan dag. Sko, ég rifjaði það upp þarna í inngangnum að einn af okkar svona stærstu mönnum í pólitík og umdeildustu, hann vék af velli í gær og þá var kosinn nýr formaður Sjálfstæðisflokksins. Þú hefur stundum verið kallaður að borðinu þegar fjölmiðlar hafa stundum hringt í þig og beðið þig að tjá þig einhverja stöður sem hafa tengst umdeildri stjórnsýslu Bjarna Benediktssonar á umliðnum árum. Heldur þú að nýr formaður Sjálfstæðisflokksins, Guðrún Hafsteinsdóttir, verður meiri sátt hana í samfélaginu eða er ómögulegt að spá fyrir það? Önnur spurning snúa svona spurningar að minna leiti fólk heldur en bara eitthvað annað? Já, það snúast klárlega fólki tilviki Bjarna. Já. Þá var svona persónan og sagan orðin rosalega umfangsmikil. Bara dominerandi myndi ég segja og það alveg rétt, ég persónulega hef ekki töl á þeim skiptum sem ég hef kallaður í fjölmiðla til þess að þarna síðan svona 2013 til að ræða hans sögu og það sem hefur verið gerst í kringum hann. Já. Þannig að það bara og náttúrulega kannski uppskorið eins og maður sé manni einhvern veginn á heilunum sem náttúrulega bara alls ekki þannig en náttúrulega maður mætir þegar maður kallaði til stundum segir maður nei reyndar. En hérna oft þetta hafi verið ansi mörg skipti og margir rætti þetta með ítalegri heldur en ég. Það var gefið bara einfaldlega bækur fjölskyldu hans og síðan fjölskyldu tengsl og fleiri bækur, ég meina þú þekkir það bara mjög vel að það erfitt að ræða ýmsa hluti í íslensku samfélagi, að ræða hann og hans fjölskyldu og hans langa stjórnmálaferil og svo framvegis. Það bara nákvæmlega þannig, hann búinn að vera svo fyrirferðarmikill. Já, hann rosalega fyrirferðarmikill. Hins vegar á sama tíma, og ég held að sé ágætt að hann sé hætta núna, það ég held að bara sé fínt fyrir íslenska stjórnmálaumræðu og þá svona þetta hefur snúið svo mikið hann persónulega og þetta hefur sem aður marga góða kosti og frambærilegur margan hátt og leiðilegt að hvernig þessi umræðan oft föst og verður ofta óþarflega rætir sem kemur málun ekkert við stundum og fínt að losna við þá umræðu sko. En að samaskapið finnst mér stundum stjórnmálumræða snúast alltaf mikið persónur og við höfum rætt saman áður sko. Og mér fannst mér hefur fundist ný samfélking eins og hún kölluð dálítið snúast persónu nýs formans og hennar svona mikið talað hana og bara traust til hennar sem kannski ágætt en það mér finnst alltaf efinsum stjórnmálaflokkar eru stór fyrirbæri
sem betur fer og mikilvæg fyrirbæri. Fólk þetta vanmetur þessar stjórnmálaflokka sem hreyfingar og félagsstarf og málefnastarf og svona. Og ég held að svona í raun og veru sko, menning innan flokks breytist ekkert með einni persónu sko. Baki hverja persónu eru stórar áhrifablokkir, þetta svo marglaga, það eru þræðir víða, það eru hagsmunir víða. Þannig að ég myndi svona segja ljómandi að hans Bjarni stígur til hliðar að mörgu leiti fyrir bara íslenska stjórnmálumræðu og íslensk stjórnmál, 9 tímar að mörgu leiti en allt og snemmt að segja betur hvert þetta fara, myndi ég segja og það er kannski ekki sama saga í nýjum formanni, hún hefur margt jákvætt í svona, og mjög jákvæð ára myndi ég segja að mörgu leiti. Fólk bara Hún er vamlaus. Hún er svona vamlaus, myndi ég segja, og kemur vel fyrir. Ég bara veit ekki til hann að þetta sé mjög svona heilsteypt manneskja og virðist vera með svona margt með sér. En þetta er spurning um menningu. Ég held að, pólitík er spurning um menningu. Hvað menning er í flokknum og hvert hefur hann að vera að stefna, hvaða hagsmunum vera að þjóna. Það er bara, dálítið svona, held ég næft að horfa ekki á það. Þannig að við munum bara fylgjast með að hún er líka meira óskrifað blað. Ég held að Áslaug hefði verið meira svona dálítið framhald af Bjarna og kannski mikið tala um það hvernig hún var svona nátengt honum að mörgu leiti. Þannig að við munum bara sjá hvernig það þróast. En ég myndi til dæmis segja að mörgu leiti er svona nýrformaður. Mér fannst mikið af svona kannski íhaldsamari öflum í flokknum vera á bakvið. Mér finnst mikið af svona miklir Evrópu andstæðingar sem voru að fylgja sér bakvið hana. Ég veit ekki hvort það sé svona kannski svona einhver svona einangrunnar hyggja sem blasi við núna svona sterkari. Mér fannst mjög áhugaverð. Ég fylgdist bara, ég setti mig inn í samsagt, ég fylgdist ekki með í beinútsendingu en passaði mig að fylgja skoða það og hlusta á það. Þarna erindi fráfarandi varaformans sem gengur bara einfallega dálítið mikið gegn stórun hluta málflutningi í kringum sjálfstæðisflokkin og í flokknum núna. Ég er mjög svona áhugasamur hvert það fer, hvernig gerir flokkurinn það upp. Mér fannst ótrúlega þögn í kringum þegar varaformaðurinn að kveðja mörgu leiti í svona stórt hlutverk í flokknum. Mér fannst bara alveg dauða þögn í kringum þetta. Hvernig hún talaði um Bandaríkin og talaði til Evrópu til dæmis. Önnur manneskja sem satt lengi hérna og búin að vera lengi tengjast þessu en þú notar orðið vamleysi. Mér finnst hún hafa komist ótrúlega vel frá þessu tímabili og svona áhugavert hvað verður hvert hún er að fara og hvernig verður gert upp hvort að þessi ræða hennar verður gerð upp í flokknum og hvert nýr formaður er að fara með hann. Þetta verður bara rosalega áhugavert að fylgjast með þessu og ég er áhugasamur en þetta er kannski ósnefnt að vera með einhverja sleggjudómum. Ég sé að það hefur stuðað suma sem jafnvel segjast kjósa sjálfstæðisflokkin að á landsfundinum þá var dálitlu púðri eitt í það á þeim viðkvæmu tímum sem nú eru uppi að tala mjög illa Evrópusambandið og sumum finnst það eiginlega bara smekklaust með að við þá viðsjá sem eru uppi akkurat núna og ég var í leikhúsi í gærkvöld og þar var fólk sem kom til mín og ókunnugt fólk og sagði hefur ekki bara getað þagað Evrópusambandið af því að sko þetta er svo hlutirnir virðast vera að gera svo hratt núna. Er það eitthvað sem að þú hefur skoðun á? Já, það er bara raunveru þetta sem ég verið að tala sko. Mér finnst fráfarandi varaformaður vera að tala inn í svona umræðu samtímans. Já, hún sé betur tengt. Já, og ég svona, mér finnst sérstakt hvað var lítið, sem sagt, voru lítið viðbrögð við þessu, lítið uppgjör og reynd svona bara að láta eins og þetta hafi ekki gerst, af því að við verðum eiginlega að fá það hjá nýjum formanni. Ég meina, hver er hennar afstæða til þessara stöðu? Og mér fannst aldrei smekklaust til dæmis að formanni, eða sem sagt, frambjóðanda til varaformans að tala þetta aldrei svona inn í bandari stjórnmálum, vókismi, hvað skoðun svo sem hefur á honum. Mér fannst þessi síðastliðin helgi ekki var það ekki Dilljá sem ekki náði kjöri sem var en svona fara að tala eitthvað sem var ekki, fannst mér umræðu efni
fyrir okkur hér á Íslandi síðastliðina helgi, sko. Nei. Með ekki stef sem við verðum að draga fram sem áttu bara ekkert erindi og tónn sem áttu ekkert erindi. Þannig að það svona bara sjá hvert, þess vegna er ég að tala þessa menningu, sko. Meina, getur fólk slitið sig frá einhverju menningu og menningar átökum, það alltaf menningar átök líka innan flokka. Jú. Og það það sem við þurfum að fylgjast með, svo við skulum kannski ekki alveg einblína á þessa persónur, sko. Nei. En sem sagt, ef leitin að breiðfylkingunni átt að standa yfir helgina, þá fjallu svona frekar óheppileg ummæli sem ekki líka til þess að ná því markmiði, fannst manni. Já, ég myndi segja það, nú ég farin að kannski að tala alltaf rátt út fyrir það sem ég finnst þægilega að tala en ég minna að það er verið að tala að fá flokknum í gamalt fylgi saminar, ég minna þau hljóta að vera að horfa á til fólk sem núna í viðreisn og fylgi að kjósa viðreisn, ég minna það er stærsta flokksbrotið hérna frá flokknum en mér fannst ekkert það sem ég fylgst með síðastliðna helgi, mér finnst bara bókstaflega ekkert gert til þess. Miklu frekar verið að steita nefan í áttaviðreisn og fylgismönnum þess flokks. Og mér finnst það bara skrítið. Og það þess vegna að segja, sko, það eru hérna einhver menning sem er erfitt að slíta sig frá verið vera í flokknum. Sko, ég sammála með að það kannski þjónar einhver tilgangi frekar að tala mikið meira Bjarna, en ég ætla samt aðeins að ræða það nú á þessum tímamótum að ég og margir í kringum mig við upplifað það bara mjög þreytandi að vera með fólk í brúnni sem hefur augljóslega lent í eins mörgum álitamálum, hneykslismálum og málum sem að við skulum segja að daðra mjög við spillingu, ef þau eru ekki bara hrein spillingamál, að það er bara öðruvísi tilfinning að vera hluta af þessu mengi sem íslenska þjóðin þegar það er í brúnni ráðamenn, æðstu ráðamenn jafnvel, forsætisráðherra eða aðrir ráðherrar, fólk sem að maður sjálfur treystir ekki og er með langan hala af hneykslismálum á bakvið sig. Er þetta nokkuð óeðlileg tilfinning? Nei. Ef þú ert að tala þessa tilfinningu sem þreyta sem hellist yfir fólk. Já, ég held að það sé ekki óeðlilegt. Og þetta er náttúrulega rannsakað mikið, sko, við vitum þetta alls saman. Við vitum alveg að heilbrigt lýðræðislega þjóðfélag þrífst á trausti. Það er bara, þetta hefur skoðað svo vel og við vitum allt þetta. Ef við berum trausti stjórnvalda, þá bara gengur samfélagi betur til þess að orða þetta á einfaldan hátt. Og við vitum hvað þarf til þess að traust sé til staðar. Og við vitum að traust ekki sama og fylgi. Nei, þú getur ekki, sko, það er svona tvö hugtök, þú getur reytið á einhvern, fundist einhver áreiðanlegu til að koma þínum hagsmunum áfram, en þú treystir henni ekki öðru leyti. Og Bjarni var í þessari stöðu árum saman að það voru öfl sem treystu á í þeim skilningi að þeir gátu reytt sig á hann. Og við sjáum bara hvernig hann kveður með einu hneykslismálun í viðbót bara núna í, sem sagt, í nóvember, desember. Þannig hvalinn. Já. Það er þannig kveður hann. Og er alveg í stíl við allt annað. En öll þessi mál benda til þess, og við sjáum það bara eins og þú nefndir hérna áðan eftir mælingu, að traust til hans var alltaf alveg bara örlítið, samfélagslegt traust. En það þýðir ekki eins og hann gæti alltaf vísað í að hann fengi ekki atkvæði og hafa með gríðalegt mikið fjölda atkvæða bak við sig. En það er náttúrulega bara þannig í lýðræðis samfélagi að fólk getur hugsað sem svo að mínum atkvæði best borgið hjá þessum af því að hann mun líklega koma sem sagt mínum hagsmunum áfram. En þetta er ekki traust. En ef við ætlum að keyra samfélag og lýðræðislega samfélag á þessum forsendum og þetta er alveg vitað þá munum við mun molna úr þessari samfélagsgerð. Og þetta er bara sama með sjáum við þetta í Bandaríkjunum með Trump. Hvarlar ekki að mér að mikið eða þessum kristnu atkvæðum eða hvað sem við köllum þau í Bandaríkjunum sem koma til Trump. Það hvarlar ekki að mér að þetta fólk treysti þessu manni. Nei. Það er ekki traust sem þetta til staðar. En þau vita að hann mun koma ýmsum þeirra hjartansmálum áfram ef þau gefa honum atkvæðið sitt. Og þegar lýðræði byggist á þessu, ekki trausti, að þú sem sagt hugsar þetta er einstaklingur sem
með góðan vilja til samfélagsins, ég þarf ekki að við heldur þú hugsaður þetta bara út frá ákveðnum hagsmunum, ákveðnum atriðum hann mun koma þessu áfram, ég þarf ekki að gera þessu, af því þessi mínir hagsmunum er best borgið á þessum lýðræði virkar ekki svona lýðræði, sko, við vitum ekkert hvaða áskorunum samfélagi með standa hvers konar ákvarðanir forseti eða forsætisráðherra eða fjármálaráðherra þurfa að taka og þá þurfum við að geta treyst viðkomandi að vera með hæfni, góðan vilja og allt þetta sem er hluti af því að við treystum einhverjum að viðkomandi hafa þetta til að bera af því að og svo gerast einhverju hluti til dæmis og þá finnum við virkilega fyrir þessu við sjáum til dæmis í COVID af hverju var Trump ekki kosin aftur af því að það var ný áskorun sem fólk vissi ekkert fólk átti að segja þessi maður er ekki traustins verður og þá skólaðist það hans fylgi tilbaka en núna aftur var svona að fólk að finna já, við þurfum að lost hann þarf að koma þessu áfram, við treystum ekki demókrötum til þess að gera þetta og ég vil að þessu sé breytt í samfélaginu þannig að, en við vitum alveg að heilbrigt samfélag lýðræðissamfélag byggir á því að við berum traust til stjórnvalda og við berum traustið þeirra vegna þess að þau eru trúverðug í hlutverkinu og ég held að það sé ansi langt síðan, við erum bara að segja eins og þess að Bjarni Benediktsson hafi verið trúverðugur í sínu hlutverki fyrir almenning en það þýðir ekki náttúrulega eins og hann gæti alltaf bent á að það var enginn hann að þingmaður með fleiri atkvæða bakvið og svo framvegis. Það var annað sem ég varst mjög merkilegt hann hætti að ávarpa okkur í sko fréttaviðtölum sem þjóðina hann var bara ávarpa sjálfstæðismenn hann talaði bara sérstaklega til þeirra þegar hann var að útskýra sína stefnu í fréttaviðtölum. Já, ég meina ég held að þetta var eins og hann væri bara forsætisráður og bara ráðherra sjálfstæðismanna en ekki. Það það sem gerist. Hann var það sem einkenndi hans í stjórnmálavar myndi ég segja var að hann horfði á þau atkvæði sem voru á baku við hann í hans stöðu sem hann vísaði stöðut í og að trausti skipti ekki máli en ég hugsa að innstinni hafi þetta nú bara sviðið og hann hafi átt að segja á því ég meina þetta er ekki góð aðstæða þegar þú finnur að þú ert ekki trúverðugur í hlutverkinu ég meina við höfum mann sem er fjármálaráðherra árum saman og traustmælingar sína að bara þjóðin treystir honum ekki. En hann er samt með ríkiskassan sem er kannski mikilvægast í það hluti samfélagsins. Það sjá þetta allir, þetta passar ekki saman. Nei og það er sko innan við ár síðan undirskriftarlistar fóru hér fram eða réttum ár með það sem 40.000 íslendingar vildu afþakka þjónustu Bjarna Benediktsson sem er náttúrulega rosalega mikill fjöldi og maður var ekkert var við þessa umræðu helgina fréttaskýrendur, fjölmiðlar það var ekki imbrað á þessu. Nei, en þetta er líka það sem er svo bara við verðum og er að verða náttúrulega og þessu umræðum skautun og polarisering og allt þetta er náttúrulega þreytt af sömu leyti. En það er orðið allt og algengt og orðið alger regla að fólk þrífst á því að þessari afsökun að vera undilt. Já. Að maður sé undeildur og það sé bara gott ég meina það getur ekki verið að samfélagi virka þannig að það sé alltaf undeilt fólk í stafni þá kasta menn eigin ábyrgð varpa henni út í samfélagi en náttúrulega Bjarni komst upp með þetta lengi að mörgu leiti ég komst upp með að hann naut þess að Katrín Jakobsdóttir var svona eins og skjöldur fyrir hann akkurat að trausti var á henni og þá horfði fólk að hann getur ef hún svona, hvað maður að segja hún skildi honum og svo náttúrulega sá maður hvað gerðist leið og hún fór að þetta bara hrundi svo spilaborg sko. Og sem sýnit aldrei held ég líka að þarna hvort náttúrulega hún hlaut ekki kjör sem forseti en það var svo margar ástöður bak við það þetta var bara ekki rétt í tíminn og það fór bara ekki vel í þjóðin einhvern veginn það breyti því ekki samt að við verðum til við horfum tilbaka að það traust sem hún naut frá þjóðinni er eitthvað sem ég held að til dæmis að Kristrún verði sem er núna forsætisráðherra verði að hugsa býtu hvernig gerði Katrín þetta og þetta er eina leiðin til þess að láta svona lýðræðislega samfélag ganga að forsætisráðherra hugi að trúverðuleika sínum en það sér maður það ég meina sko, þetta er alveg ótrúlegt og þetta verður náttúrulega að tala um þetta eins og þú segir, þetta var ekki talað um þetta núna helgina en það horfum við tilbaka, hversu lengi gekk það að hafa Bjarna sem forsætisráðherra það hrundi alltaf leið sko trúverðuleikin var engin sko sem sýnir hvað þetta traust er mikilvægt og ég vona að fólk bara
læra þessari sögu. En hvað verður samfélag þar sem að hagsmunirnir fljóta ofan á siðferðinu og prinsippunum? Við minnumst orða Styrmis í rannsóknarskýrslunni sem sagði að samfélagi hérna væri ógeðslegt að snerist aðeins hagsmuni og hérna þú ert að tala það að við höfum umborið Bjarna, fólki kringum hann, mjög margir umborið hann út frá öllum hagsmununum. Ég var hér með Jóhann Hauksson blaðamann sem var að ræða munin á Danmörku og Íslandi. Hann sagði að þar væru stjórnmálin, Danmörk eru minnst spillta land heimsins samkvæmt nýrri mælingu, og hann sagði að það sem væri gjörólíkt með Ísland og Danmörku væri að þar væri mjög skörp skil á milli atvinnurekendavalds og stjórnmálavaldsins í Danmörku. Það væri stjórnmálavaldið væri sjálfstætt frá atvinnurekendavaldinu. En hér hefur verið talað að Bjarni Benediktsson hafi náttúrulega bara fyrst og fremst verið að vinna vinnuna fyrir ákveðin öfl og fyrir ákveði fólk og hvað kostar það samfélag til lengri tíma þegar við svona berum ekki fullt traust til þeirra sem standa í brúnni og við sjáum einmitt bara hagsmuni og förum að mappa sjálf okkar eigin gjörðir og annara út frá hagsmunum í stað þess að svona að okkar samviska kannski fái að blómstra. Já, ég er náttúrulega augljóst hvernig ég svara þessu. Ég meina, ég held að þessi samfélag bara gangi ekkert upp, sko. Ég sko, lýðræði gengur ekkert upp. Þetta verði ekki lýðræði samfélag, sko. Hagsmunirnir minna bara stjórna. Og þú nefnir stjórnmála valdi, eins og þú kallar það, og valda atvinnulífsins, en það er náttúrulega líka annað vald í samfélagin sem betur fer, sem er aldrei mikið verið að tala um liður, við sjáum heldur betur í Bandaríkjunum núna, sem er kannski mikilvægasta valdið, sem lætur þetta allt saman ganga upp og það er stofnanavaldið. Það eru stofnanir samfélagsins sem við erum með sem láta þessa lýðræði samfélag ganga upp í raun og veru. Hvort sko sem af því að traust til þeirra sem er í brúnni það fer upp og niður og svona það þarf að vera einhvers konar kjölfesta og af hverju er landið svo Danmörk í efsta sæti af hverju er Noregur og af hverju er Finnland og af hverju þessi lönd það er stofnana umhverfi sem er svo rosalega sterkt þarna og hvað er verið að gera núna? Það er stöðugt verið að tala þeir sem eru með hagsmunina það er verið að tala niður þetta stofnanavald það er verið að tala niður hvort sem þetta eru litla stofnanir sem eru bara einfallega að sjá eitthvað einföld afmörkuð verksviðina eins samfélags eða alþjóðlegt samstarf til þess að þarna sjáum þetta bara núna til dæmis í sambandi við alla nýja tækniþróun og eitthvað svona, til dæmis gervigreind Evrópa reyna að standa saman gegn einhverjum tæknirísum og krafturinn sem er settur í þá umræðu til að tala niður þetta samstarf við erum að tala um umhverfismálin þegar það hefur verið að reyna að þarna koma sér saman eitthvað alþjóðlegt samstarf krafturinn sem er settur í að tala niður þetta samstarf allt þetta stofnana umhverfi er svo nauðsynlegt til þess að standa í vegi fyrir þessu sko. Sem sagt standi í vegi fyrir þessum hagsmunum af því við vitum alveg að við getum ekki bara treyst á stjórnmálalífið en til þess að stofnanavaldið sé til staðar og virki þá þarf náttúrulega almenningur að treysta sem sagt stjórnmálalífinu og það sem gerist þegar það er stendur veikt traustlega séð stjórnmálalífi lengi það náttúrulega mólast úr krafti stofnanana og það er verið veikari og veikari og endunum þá endar, ég meina, hvernig getur heimurinn endað eftir nokkur ár rússneskt módel það sem eru miljardamæringarnir stjórna Bandaríkjunum getur farið þá leið bara mjög fljótlega. Þeir verðast bara að vera á flegi og þeir eru byrjaðir að hugsa hverju skiptu við sem panta hafa þennan heimsluta ég meina, á hverju Trump að panta Grænland, á hverju hann að panta lönd í Miðar-Ameríku það er bara að panta og svo verður þetta bara þannig að það er ekki tekið tillit til neinna svona alþjóðlegra stofnana eða alþjóðlegra samningaréttinda hvort sem er mannréttinda eða þjóðarétt og þetta er allt bara þessu öllu sópað í burtu og sko og aftur, þetta er ekki gert í ljósi þess að við almenningu treysti þessum mönnum þetta er bara hagsmunirnir eru og þetta mikla peningavald er bara að vinna
En sko talandi checks and balances, ertu bjartsýnn á að strúktúrun í Bandaríkjunum sé slíkur að hann geti varist sko Bandaríkjaforseti bara að leggja niður stofnanir, hann er að skera niður 1000 starfa hjá þeim sem að ættu að vera til aðhalds og eftirlits því að forsetavaldið verði ekki of mikið. Erum við með einhver úrræði? Ég veit að nú erum við komin aðeins út frá svona því sem við ætluðum að ræða en þetta er bara svo spennandi umræða. Munu Bandaríkin hrista þetta af sér einhvern veginn? Sko, byrjum á Íslandi. Já. Því að við vorum að tala um þetta með, sem sagt, hennan þú veist að vitni í styrmi og allt verður ógeðslegt og hér verður bara af hverju erum við samt land sem að mörkuleiti samt gengur upp. Það er út af því að við höfum haft mjög sterkar stofnanir hérna sem hafa fengið að þrífast og við höfðum sem betur fyrir lengi dálítið fjölbreytta fjölmiðla og annað sem þarf líka sterkt mörguleiti menntakerfi. Við megum ekki við því að mólist úr neinu af þessu og ennþá erum við með viðspyrnu gagnvart þessu ógeðslega þjóðfélagi sem til staðar. Við vitum það alveg. Það sem fólki klæjar í fingurnar að hafa hlutin eftir sínu höfði. Og hvert vorum við að horfa til við erum að byggja upp svona stofnanir? Við hefum hort til Bandaríkjana. Og alveg sama hvað skoðanir maður hefur á Bandaríkjunum og bandarískri menning og svo framvegis, þá getum við ekki neitað því að við hefum hort þangað, þú veist að tala um checks and balances. Að kerfið þar býsna magnað. Og maður hélt raunverulega að það væri óbrjótanlegt, að það væri og maður hefur séð Bandaríkjaforseti gegnum alveg saman þó þeir hafa gert alls konar hluti sem náttúrulega hefur verið gagnrýni verðir og allt þetta. Þetta hefur samt og alveg sama hvað náttúrulega lobbyismin samt hræðilegt eyðingarafl í stjórnmálum þar og allt sem að. Hvernig þetta hefur samt virkað. Það hefur maður heldur geta ímyndað sér að það veri hægt að fara í svona allserjar árás á kerfið eins og stendur núna yfir. Þetta er bara svona leiftursók sko. Það hefði einhvern dottið í hug að einhverjum þetta í hug, við skulum bara eyðileggja þetta allt saman í einu. Og þá þetta sko, þá náttúrulega varnarkerfið ekkert hannað fyrir svona árás á innan eða ofan eða hvernig sem við lýsum þessu. Varnarmúrarnir ekkert hannaði fyrir þetta. Nei. Það dómstólar eru núna drukna í alls konar málsóknum. Þetta tekur tíma að verjast þessu, það ekki nokkuð leið að verjast svona árás. Og ég ekki bjartsýnn, nei. Ég bjartsýnn á að kerfi muni veita þessa viðspyrnu af því ég held að það hafi enginn hugsað að hanna það á þennan hátt að árásin gæti gerst bara á svona, þetta gæti orðið svona leiftursókn og svona viðfem á sama tíma. Og alla ríkistofnanir. Og eina sko, þú spyrum bjartsýnni að því við höfum að tala mikið traust og svona. Við vitum hvað svona stærsta svona innihaldsefnið í trausti að við treystum einhverju og einhver sem berskjaldaður finnst einhver trúverðugur og það hæfni, það einhver sem hæfur í sínu hlutverki. Eina sem gerir mig örlítið bjartsýnan að þetta sé svo óhæft fólk að þau klúður þessari árásinni. Sama ber föstudagsfundin með Zelenski. Að einhvern hátt að sem sagt að það náttúrulega það sem eitt sem fylgir fólki sem ofta ótrúverðugt. Það hroki. Fólk getur verið svo óhæft og hrokafullt og vaðið áfram að það keirist sko, þú ert varnarlaus en sem betur fyrir keirir þetta fólk sig út í skurð sko. Já. Það bara hringi allar vekjara klukkurnar í einu. Já, sko, ég bara, eina von bara Bandaríkjanna núna að þetta sé, og sem gerir sem betur fyrir að fyrra kjörtíðanbili Trumps að sumuleyti. Sem óttast að það sé búið að læra á reynslunni, ég vona ekki að þetta sé svo óhæft fólk sem hann að setja í þessi verkefni. Að þau hafi bara ekki getuna til þess að láta eyðileggingastarfi ganga upp. Nei. Og það það sem kannski oft af hverju mörgu okkur ég veit ekki alveg hvernig að lýsa þessu en ég kannski komið til langt út fyrir umræðefni en af hverju þessi samfélög á Vesturlöndum sem við svona viljum byrja okkur saman við og hverju nefndi Danmörk á af hverju þetta minnst spilta land í heimi Jú, einhverju leiti stjórnmálavaldið svona einangrað frá peningavaldinu en
það sem líka í mörgum þessum löndum inn í kringum okkur, maður sér þetta bara því að maður að vinna með í alþjóðlegu samstarfi, maður hitta fólk sem betur fer hæfnin oft meira hjá stofnunum heldur en hjá stjórnmálaráðinu. Það kannski að það bara miklu öflugra fólk sem setur sig betur í mál, getur aðstoðað við að stýra hinu kjörnu fulltrúum oft í réttar áttir og þá sagt að þetta ókjörni fulltrúar og þetta fólk ber enga pólitíska ábyrgð og þetta eitthvað vandamál. Ég held nefnilega að þetta ekkert vandamál. Ég held að þetta sem betur fer það sem ger það verkum að blautustu draumar þeirra sem eru með svona í helstu hagsmunagæslunni get ekki ræst. Að það sem betur fer hæfnin í stjórnkerfinu sem hún liggur oft þar og kjörni fulltrúar eru bara fólk með alls konar bakgrunn og oft bara þurfa á þessari svona smá stýringu að halda sko. Og ég veit alveg að það mikil umræði með þetta er það sem bara byggt á núna í bandarísku stjórnmálum, það að tala niður stjórnkerfið. Við höfum þetta inn á Íslandi, ég meina við erum með sjáum Sigmund Gunnlaugsson sem tala mikið hérna ókjörnu fulltrú almenning sem ber ekki pólitíska ábyrgð og eigi ekki að hlusta á og svona framvegis en fyrir einhvern veginn svo mig sem svona búin og ég tók nú þátt í svona rannsóknarverkefni hérna og kom bók íslensk lýðræði 2016 sem ég var annar ritstjóra. Ég veit alveg að fólki finnst þetta mjög svona ósexy sín á lýðræði og stjórnmál og eins og einhver sagði við mig hver þetta bara eitthvað svona endurist teknikrata sko. Já, þetta ekki hluti af frjálsíkjunni. Nei, þetta ansvar, ég sé þetta sem besta ansvari sko. Það ekki beint einhvers sko, ég veit að mörgum finnst þurfa einhvers konar anarkí gegn frjálsíkjunni. Ég skil það alveg mörgu leyti. Ég held að svari liggi einfallega bara í faglegri hæfni. Og ég held að þarna og eins og vorum að tala áðan að þegar hæfnin ekki til staðar, þessi faglega hæfni, að fólk sem ætlar að gera einhver stórkostlegt af sér að því takist því ekki takist ekki ætlunarverkið sko. Og þetta svona eins og ég segi þú spurði hvort þau væri bjartsýn ég menna þeir eina bjartsýni sem ég ber í brjósti að þetta sé bara svo að hæfnin í bandarísku stjórnkerfi hún muni að lokum fljóta ofan á og þetta sé þó að árásin gangi vel í upphafi og þessi eyðileggingarstarf og maður sjá kannski ofsjónum yfir því þá muni þetta ekki takast að lokum en það maður sér alveg hvert ætlunarverkið það sé alveg ljóst. En áður en við yfirgefum Bandaríkin sem útúr í rauninni þessari umræðu en tengist nú samt því að við byrjum að tala hérna landsfund Sjálfstæðisflokksins og formanskipti þar og ræðu varaformans að við þurfum hérna íslensk stjórnmála sem sagt líf þarf að taka afstöðu í þessu máli sko. Við þurfum að fá þeirra skoðun fram hvar standið í varðandi þetta ætlið að fara að flytja inn einhver orðræði frá Bandaríkjunum hingað eins og eitt frambjóðandi til varaformans reyndi sko, ég meina hvar ætlið að standa í sambandi við þetta og hérna, já, eins og ég segi þetta náttúrulega bara alveg það er vanta hérna á þessu landsfundi sko. Rétt bara í lokin varandi það sem að gerast fyrir vestan það sko það var augljóslega ekki markmiðið að lýðræðislega kjörin forseti sæti með auðvaldið sér á hægri og vinstri hönd forseti Bandaríkjanna hugsaður sem einhvers konar ansvar gegn auðræði en nú hann bara með ólíkarkana hann bara með ríkustu menn heims þarna allstaðar í kringu sig. Þetta bara módel sem flutt inn fyrir Rússlandi sko. Já, ég segi það eins og þú varst að benda á þetta sko þetta svakaleg staða hún sko ég verð 60 eftir í næsta mánuði ég man ekki annað eins Nei Er það ekki bara þannig? Þetta bara þannig, sko. Þess vegna ég að segja þetta. Það ekki hægt hérna að sleppa kjörnum fulltrúum á Íslandi til þess að tjá sig þetta og hver afstæð þeirra sko. Akkurat. Við þurfum að vita hvað standið í þessu máli af því að nú þetta orðið alveg grímulust á rúmlega, hvað við komin núna á einhverjum 7. eða 7. viku frá því að 7 vikur síðan
Trump tók við að þetta orðið alveg grímulaust. Við sjáum alveg skína í nákvæmlega, það er ekki lengur það er engar reykvélar eða reykbombur eða grímur á nokkru manni, þannig að þetta bara alveg liggur fyrir hvað stóð til, sko. Já. Og eins og þú segir, sko, við getum þá mappað skref íslensks stjórnarfars út frá því sem hefur gerst þarna líka og séð hluti koma sem að ekki mega verða. Ekki mega verða. Þannig að við þurfum að halda vöku okkar. Heldur betur. Já. Ég nefndi þannig í inngangnum aðeins mál sem var mjög mikið fréttamál í síðustu viku. Það var allt honum toga heldur það sem við höfum verið að ræða hér. Það er mál Ragnars Þórs Ingólfssonar. Hann kemur inn í stjórnmálin með svona kannski ákveðna pólitíska inneign, getum maður sagt. Hann hafði verið maður fólksins og fer fram sem þingmaður flokks fólksins. Hann hafði lækkað sín laun og talaði oft það og svo upplýsir mogginn kannski ekki tilviljun hvað fjölmiðl sagði frá því fyrst. En það var nú kannski ekki skjóta alltaf sendibúðan. Alls ekki. En svo upplýsir mogginn hann í síðustu viku að Ragnar hafi þegið 10 milljónir, rétt það af biðlauna fé sem honum bauðst frá AFR en það var ekkert tekið rof hjá honum, hann fer bara beint inn á laun sem þingmaður og heilmikill hiti í kringum þetta, viðbröðin allt frá því að honum hefur lýst sem einu svínana í Animal Farm Orwell, sko. Hún Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður sem að lýst honum þannig, jafnari en önnur svín. Frá því að Egill Helgason segir stormur í vasklasi. Þannig að skoðanir fólks eru á nokkuð breiðubili, getum maður sagt. Mér langaði til þess að ræða þetta aðeins við þig sem siðferðislegt álitamál. Já, þetta það. Hvað átti Ragnar að afþakka þessi biðlaun? Þegar þú segir, talar pólitíska inneign. Já. Við getum það annað hugtak sem við varum að nota áðan þetta er ekki alveg að öðrum meiði heldur sem við erum að ræða Þetta er spurning um trúverðuleika. Já, akkurat. Já. Hvað sem fólki fannst Ragnar, þá var hann að vinna í ákveðnum svona sínum trúverðuleika að vera traustsverður á ákveðin hátt. Hann líka samt umdeildur að mörgu leyti en fólk svona held ég að vita fyrir hvað hann stóð. Hann vann mjög markvisst að því. Já. Þannig að það er mjög eðlilegt, held ég. Og þetta er ekki alveg stormur í vasklasi að því leyti, og hann var líka búin að segja, bara tjá sig áður svona mál, þannig að þetta er spurningum að þú verður að vera samkvæmur sjálfum þér. Já. Til þess að vinna í þínu trúverðuleika. Ef þú leið að þú byrjar að fara svona eins og dálítið, það er mjög auðvelt að tapa trúverðuleika í svona málum. Það sem það er augljóst að þú ert með svona ólík prinsip. Ég vil samt vera með hann alltaf þegar maður tjáir sig svona, þegar maður verður svona álitsgjafi einhver siðferðilega álitamál. Maður verður líka eins að passa sig í sambandi við ýmislegt eins og til dæmis oft persónuleg fjármál og fleira. Maður má ekki setja sig of háan hest, horfa niður, ég meina horfa fólk og segja, þú áttir ekki að gera þetta. Ég get ekki sett mig í þá stöðu að vera yfir það hafin hvort að ég hefði gert þetta líka, þegar þetta snýst þetta snýst ekki einhvers konar þannig fjármála, hann hefði verið gerspiltur að, ég meina, þetta eru hvar liggja mörkin, og þannig að ég skal setja hann fyrir að þarna sumir leiti má maður bara vera að passa sig þegar maður tala svona mál. En mér fannst ýmislegt þarna ekki alveg ganga upp hjá hann. Mér fannst hann ekki alveg eiga að fara í þessa svona þannig að þú veist tala þessa pólitísku inneign eða trúverðuleika. Þessi svör svona alveg komin í hlutverk stjórnmálamannsins hjálpuðu honum ekki í þessu. Koma með eitthvað svona orðgripi eins og neyðasjóð fjölskyldunar. Já, það fór ekki, held ég held bara að fyrir almenning sem hann er búin að vera mikið að tala til þá er hver einasta króna í kassan neyðasjóður okkar, ég minna, það eru allir bara, vita allir hvernig mánaðamótin bara marsmánuðin ílega gengin í garð, ég minna, hver einustu mánaðamót eru, við erum allar leiti í neyðasjóði, hver einustu mánaðamót. Þannig að hver einasta króna er nauðsynleg, þannig að tala einhvern svona neyðarsjóð fjölskyldunar vegna þess að hann sé svo umdeildur en hann er samt kominn á þing. Það er þessi mál öll munu alltaf fylgjónum, og sýnir að hann hugsaði þetta ekki alveg
til enda sko. Hann er ekki að hugsa býtu, nú er ég búin að byggja upp hérna pólitísku inneign út af mínu trúveruleika fólk veit hvar ég stend þetta augljóslega, alveg sama hvernig maður horfir á þetta, það er ekki að neita því þetta passar ekki við þessa ímynd sem hann er búin að vera vinn í. Nei. Það er bara ekki hægt. En hefði ég sagt nei persónulega ég vona ég bara, veist þetta er svo erfitt að setja mig á háan hest og horfa niður og segja sko, segðu bara nei við 10 milljónum sko, eða hvað sem þetta var í eingreifslu. Þannig en ég ætla bara að hafa hana fyrirvara að þegar maður talar um sem mál maður verður að passa sig sko, en sko bara svona til að gefa stuttasvarið þetta augljóslega skadaði trúveruleika hans mikið, ég held að það hafi gert það réttu. Hann hefði getað séð þetta fyrir hann hlýtur að hvarla á honum er þetta það sem ég ætti að vera að gera og þannig þetta sýnir bara enn og aftur og þetta mál sýnir það alveg klárlega hversu viðkvæmt það er að byggja upp svona trúveruleika að maður þarf að hugsa ég þarf að vera samkvæmur sjálfum mér núna og þetta er það sem ég er að segja, þetta er stefna mín þetta er það sem ég er að boða og ég mun þá breyta í samræmi við það núna í framtíðinni og hugsa hvað ég hef sagt áður þetta er eiginlega bara eins erfitt mál fyrir hann og maður geti ímynda sér svona mál geti verið sko. Og það er enda ekki gott mál fyrir flokk fólksins kemur ofan í fleiri mál sem að hafa svona aðeins verið að Nei, þetta er ansið þungt fyrir flokkin vegna þess að þau hafa talað á svona náttúrulega skilgreint sig á hvernig hátt sem öðruvísi heldur en svona, hvað maður segja kjörmynd, hins kjörna fulltrúa sem er svona nettspiltur við spyrjum hvernig orðræðan er í samfélaginu að þetta fólk er alltaf að bara hugsa um eiginhagsmuni og notfæra sér valdið og allt þetta þessi mörg mál núna sem hafa bara gengið mjög mikið gegn sko því hvernig flokku fólksins og fulltrúar hans hafa staðsett sig og svo er þetta bara með eins og allt annað í lífinu það getur verið svona ágjöf en maður það bara að vinna traust tilbaka og það er bara ein leið til að gera það er að vera þá þess vegna hef ég oft talað með þetta í fjölmiðlum það er hvernig maður biðst afsökunar hvernig maður viðurkennir mistök hvernig maður Hann sagði engin mistök hafa verið gerð ég gerði engin mistök Nei og fór kannski í þessa eins og sem var ég að nefna þetta mér leiðir svo í samvændi við pólitík sko. Það er þessi hvernig vera að ná tökum og orðræðinni búa eins og þess að kalla þetta alltaf orðskrýpi að vera með eitthvað hugtak neyðarsjóð fjölskyldunar við breytum hugtak yfir það að fengi þessi eingreiðslu ég meina, allt þetta mun bara fylgja honum þetta hjálpar ekki til þess að vinna trúleikan hefðan bara komið hreint sko segja strax mistök hugsa hvernig þú ætlar að vinna úr þessi bara núna, hver er næstu skref og hvernig mun ég vinna traust tilbaka sko og það er þetta sem hefur alltaf truflað mig og ég hef bara ótal sinnum talað með íslensku fjölmiðlum það eru þessar svona lélegar illa unnar afsökunarbeðnir sem eru ekki til þess er ekki líklega til þess að fólk svona vinni trúveruleika tilbaka sko. Við erum nefnilega þjóð sem fyrirgefum og við erum breysk og mannleg og þú átt alveg þú færð annan séns þótt þú biðist afsökunar það er bara algjörlega og það er ekki bara við ég minnst bara sem sagt svona heilbrigð samfélög taka við ég meina það að biðja einhvern afsökunar er bara svona einfaldasta svona siðferðilega athöfn sem maður getur framkvæmt sko. Þú rekst utan í einhvern og þú biðist afsökunar sá sem biðist ekki afsökunar hann eða hún er bara ádaldið langt í land þetta er einfaldast að þá vera sjálfsbrotnasta þú ert að viðurkenna eitthvað átti sér stað og ef viðkomandi þarf eitthvað að ræða þetta meira við þig hversuna spyrði þá átt að svara viðkomandi og svona, þetta er það sem að kenni börnunum sínum og vonar að þau sem fullorðnir einstaklingar sem sagt til ekki sér og þetta er bara alveg það sama í sambandi við hvort sem það eru stórfyrirtæki eins og Samherji að biðjast afsökunar eða kjörni fulltrúar
gangtu alla leið með þessu afsökun, ekki eins og þú þarft ekki eins og að bíðast fyrirgefning er alltaf stærri hlutur, ég meina þá þarf fólk að fyrirgefa þér einhvað, þú kannski bara bíðast afsökun og viðurkenna einhvað átt sér stað, viðurkenna upplifun annara og vera tilbúin í umræðum hvernig maður getur haldið áfram. En þessar endalaus afsökunarbeðinni, það sem er reynda að kalla hluti öðrum nöfnum, afsökunarbeðinni með ef sem kemur á eftir. Ef-sökunarbeðinni stundum. Alveg nákvæmlega, sem er svona orðin dálítið þreytandi, bara satt að segja. Og það er þetta sem, og þannig séð maður séð fjölda kjörna fulltrúa bara aldrei að eiga sér sko, svona, þeim ná sér aldrei á strik aftur sko. Og þú ert búin að þræta fyrir eitthvað og samt einhvern með ertu staðinn að þessu og þetta verður alltaf svona einhver millu steinn hálsinn að þið, frekar en að losa þið út úr aðstæðum strax í upphafi. Og nú er ég ekki að segja að þessi tiltekni þingmaður Flokks fólksins sko, sem þetta var ekki stærsta mál í heimi og eiginlega var alveg rétt fyrir sig með það að hann eigi sér ekki viðreisna von, bara alls ekki. En mér finnst fyrstu skrefin ekki vera þau réttu og mér finnst bara einfallega, og ég hef oft talaði með þú ombriðlega, mér finnst stundum bara stjórnmálafólk eða kjörni fulltrúar í Íslandi þurfa bara að fá aðeins annars konar ráðgjöf. Þetta er stundum verið að finna hver er stysta leiðin til þess að loka einhverju máli. Í stæðin fyrir bara einfallega aðeins að taka þau skref sem þarf að taka ef maður gerir einhvað af sér. Af því að það er alveg rétt sem þú segir, við erum ekki þjóð sem tökum ekki við afsökunarbeðinum eða við erum til í að bara að gefa fólki tækifæri aftur, við höfum alltaf gert sko. Já. Mér dettur líka í hug að það var fyrsta frétt á Stöð 2 2005 sennilega sem að ég skrifaði á sínum tíma þegar Kristján Þór Júlíusson ákvað að taka sér biðlaun, hafði verið bæjarstjóri á Akureyri og fór svo beint inn á þing. Það var fyrsta frétt þá. Þannig að sko þetta mál snýst ekki einhver högg gegn tilteknum stjórnmálaöflum þótt að þetta sé kannski enn erfiðara fyrir mann sem að höfðar mest til kjósenda sem eru með minni tekjur. Hann hafði nú tjáð sig biðlaun áður, var það ekki? Jú, plús það sko. Plús það sem skadar svo mikið núna sko. Og já, þannig að það hefur áður orðið frétta umræða umdeilanleika þess að menn sé á tvöföldum launum. Og ég bara margoft sko. Já. Og það þykir aldrei neitt sérstaklega gott sko. Nei, menn geta alveg búist við þessar umræðu sko. Það er alveg það sem sko, maður þarf að hugsa hans fram í tíman, er þetta eitthvað sem ég ætti að íhuga sko. Einmitt. En Henry, það er búið að vera mjög gaman að spjalla við þig siðferðisleg álitamál dagsins í dag. Dagsins í dag, já. Og ég vona að þú haldir áfram að finna tíma til þess að koma hér að rauða borðinu. Við höfum haft hann síð núna í nokkra vikur á mánudögum og miðvikudögum að fjalla mál svona keimlík þessari umræðu okkar. Og að umræðan skildi fara út fyrir landsteinana og svolítið til Bandaríkjanna, það náttúrulega bæði segir sitt það sem að þú nefndir að sitt hvað er jú keimlíkt og við getum hort til það sem er að gerast þar meðal annars sem vítist til að varast og en hugur okkar flestra sem að svona fylgjast með þjóðmálum, hann er maður er eiginlega sko eins og ég aðeins kom inn á áðan, maður færi eiginlega ekki annað hugsað og eins og þú segir sjálfur, það er verður mjög áhugavert að rukka skoðun íslensku ríkisstjórnarinnar og þingmanna Íslands á því sem nú er að gerast því við þurfum á því að halda. Já, og einmitt ekki bara ríkisstjórnarinnar sem hefur nú reyndað aðeins sjá sig, heldur ég er mjög áhugasamur að sjá í hvaða átt ný forysta sjálfstæðisflokksins er að fara. Það verður mjög spennandi. Já, maður þarf að átta sig á býtu hvaða menning hefur orðið ofan á, ekki hvaða einstaklingar hefur orðið ofan á, heldur hvaða orður eða hvaða menning hefur orðið ofan á við þessi formanskipti. Horfa fram í einstaklingunum, heldur bara hverjir eru núna að hvaða hugmyndum hefur búast við einfallega núna næstunni. Kæra þakkir fyrir komuna, Henry Alexander. Ég heiti Björn Þorláksson, við höldum áfram með þáttinn, ekki fara langt.
Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 25 til 49 starfsmenn, í fyrsta sæti leikskólinn Lyngheimar, í öðru sæti leikskólinn Gullborg og í þriðja sæti rafræn miðstöð. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is